Haukur, við sjáum nú hérna yfir Keflavík og þarna var nú slippurinn og hvað hét það, Hafnarbúðin, þetta var nú sögusvið þessara miklu atburða sem voru 19. nóvember. Það vill vona til ég að tala við okkur 19. nóvember og það dagurinn sem breytti ótrúlega miklu í lífi þínu og lífi svo fjölmargra annarra. Mikill örlaga dagur. Það rétt þetta, það sannefni. Og þessi bók sem hefur nú verið skráð eftir þér, hún heitir einmitt 19. nóvember. Ég hef verið að tala þetta gegnum ári, mörg ár síðan ég lýsti efasemdum mínum með niðurstöðu, þessa dómsniðurstöðu, en það náttúrulega enginn vilja hlusta á það, kannski eðlilegt, en nú kveðum aðeins fastar að. Já, þú ert alveg sannfærður það að fólkið sem var dæmt fyrir morðið á Geirfinni Einarssyni sé saklaust af því? Já, ég persónulega er alveg sannfærður það. Ég reyndar ekki með haldgóða sannanir, en ég hef farið víðan völl og ég hef talað við þetta fólk sem þeirra og þegar maður les Hæstaréttardóminn, venjulegt fólk það nú að lesa hann 2 svar en ég las hann 4 sinnum og hef verið að velta þessu fyrir mig hvernig þetta var gert alls saman og ég er alveg sannfærður það að niðurstaðan röng. Sko það sem stingur í augun þegar maður les bókina þína er að það er í rauninni ekkert sem að tengir þetta fólk við málið, nema bara einhver orðrúm. Nei, það er nú það sem ég náttúrulega hef ekkert haft neitt aðgang að lögregluskýrslum á þessum tíma. Það er best að ég lýsi því að þegar við erum með þessa Keflavíkur hlutan á sínum tíma, þá var þetta í mínum huga óupplýst mál í júní 75 hjá okkur. Við vorum ekki með neina enda til að þræða okkur eftir þá. Og svo hófst þetta í Reykjavík að allt öðru tilefni og endaði svona. Þetta voru náttúrulega prakkarar, þessi krakkar og voru í svona allavega ástandi. En hvernig vill það til að þau enda uppi með það að sitja í fangelsi lengi fyrir verk sem þau sennilega hugsanlega frumtæki? Já, ég get nú ekki svarað því, sko, en mín reynsla var nú svo mjög oft að þegar maður var með fólk í einhverjum rannsóknum, að þá þurfti maður fyrst og síðast að passa sig á að leiða ekki vitnið að saka það og teima það út í einhverjar ófærur, sko. Þegar maður var bara að rannsaka venlega innbrot, þá þurfti maður rækilega að fara yfir það hvar þau fóru inn og hvað þau sáu og hvað þau gerðu og svo kom það í ljós náttúrulega oft að það aldrei komið þarna. Þá var bara einhver smá þrýstingur sem var stundum á að hann var til þess að fólk var tilbúið að játa allt sem var óupplýst á lögstöðinni. Og þannig er þrýstingurinn alltaf rosalegur. Hann tekur í marga mánuði og ef ég man þetta rétt að þá var einn ákærður, hann var með ára að sagan væri að sansast rétt hans partur, sko. En var eitthvað tímapunktur að þú hélst að þau væri sek? Ég náttúrulega eins og annað fólk í landinu þegar ég heyrði þess að gekk á hann í síðumálunum og þar að nú væri búið að finna sökudólgan og ég trúði því alveg fram yfir dóm. Og þetta ég vissi náttúrulega ekkert málavöxtu. Nei. En þegar ég fór að lesa þetta þá fylltist ég efasemdum og þær hafa náttúrulega styrst. Ég get nefnt til dæmis þetta lygapróf sem var tekið á þessu fólki. Ég vissi ekki það fyrir 78 þegar Guðjón segir mér það heim í fjárhúsinu á Staðarstað að það hefði verið tekið þessi lygamælispróf af þeim og hann taldi eins og fleiri í málinu að það hefði orðið þeim til framdrátt og það sást aldrei meir. Nei, en sko nú varst þú að rannsaka þetta mál á fyrstu stigum og þetta er náttúrulega það sem gerist er að Geirfinnur Einarsson hverfur og alveg svo hendir sér veifað og í rauninni bara gufar upp nánast. Hefur einhverja kenningu það hvað gæti hafa gerst? Nei, ég hef hana ekki uppi við. En það sem við gerðum, þess að við vitum að það voru mannaferðir í kringum hvarfið hans. Við vitum það. Já. Og svo var náttúrulega hafin alveg í Keflavík gríðarleg rannsókn á öllu æviferli Geirfinns og það kom ekkert út úr því sem að leiddi okkur inn einn ákveðin áttir. Þetta var bara alveg vamlaus maður? Já, algjörlega og rúmlega það. Já.
einstaklega vel látinn maður. Og svo voru náttúrulega þessi fjórmenningar sem sátu inni fyrir þetta líka, það náttúrulega annar harmleikur sem tengist þessu. Já, ég sé nú stóra spurningu hvernig það gat gerst. 104 dagar í hérna gæsluvarðhaldi. Tveir af þessum fjórmenningum hefðu aldrei séð hvern annan og þekktust ekki neitt og þeir ættu að hafa skroppið til Keflavíkur að drepa mann væntanlega. Já. Þetta er svo gjörsamlega fráleitt að þetta hefði þurft allan þennan tíma til að finna út að þetta væri ólagi. Það voru Einar Bollason og Magnús Leópoldsson og tveir aðrir. Valdimar Olsen og Sigurbjörn. Og Sigurbjörn í klúbbnum. En segðu mér, svo náttúrulega er einn handleikur á þessum máli sem þú ert að lýsa, sem að náttúrulega maður verður að nefna við því. Það er það að þú ert rekinn úr lögreglunni vegna þessa mál sem tengist Guðbjarti Pálssyni, Batta rauða, og ferð á Kvíabryggju. Já, átti þar góða vist. Já. Hvernig stóð á því? Já, það stóð náttúrulega því að ég er dæmdur fyrir brot í starfi fyrir að framkvæma ólöglega handtöku og það er allt í bókinni. Fólk getur lesið það allt saman, bæði tuktursvistina og málið allt. Já, en tengdist það einhverju leyti Geirfinnsmálinu eða? Það komst nú aldrei svo langt, sko. Það tengdist ég aldrei beint, sko. En þú hafðir einhverja grunsemdir? Já, ég var að leita. Já. Ég var að leita, já. Ég gæti svarið því öðruvísi. Já. Það er annað sem kemur líka fram að þú talar að fyrirgreiðslan sem að til dæmis Sævar Ciesielski hefur fengið í dómskerfinu sé mjög lélega móttökurnar og hjá hinu opinbera, að það sé klíkuskapur hugsanlega bak við það hvernig honum er tekið ólíkt öðrum. Já, ég tek nú örlítið á því í bókinni. Þá er ég að bera saman lagmennina Ragnar Aðalsteinsson, Jón Steinar Gunnarsson, nú er þetta hæstaréttardómara. Það voru breytt lögunum til að Magnús Leópoldsson fengi eina rannsóknina á tilurð Leirfinns. Já. Og þarna var einhver bakgerð sem ég lýsi örlítið í bókinni, sko, hvernig þetta gerðist hratt og vel. Það var lagabreiting og þá var þetta að taka upp málið. Já, Magnús var já, en ekki hinum megin. En það hefur ekki verið hægt að taka upp mál Sævars? Nei, það var allavega því hafnað. Það var reyndar einhver vinna í því. En ég hef nú bent fréttamönnum á það að tala við alvöru lögfræðingar sem hafa lesið þennan dóm og kynnt sér málið. Þá nefndi ég fyrstu söguna Ragnar Aðalsteinsson, mjög vel látinn, vel kláran lögfræðing, og hins vegar Brynjar Níelsson. Þetta eru menn sem hafa lesið þetta og vita hvernig þetta var lagt upp. Mér finnst þetta mjög merkilegt að heyra þetta frá þér, mann sem vannst lengi að rannsókn þessa máls, að þú segir, ert alveg fullviss það að þarna hafi verið. Þetta er náttúrulega ekkert annað en dómsmorð. Nei, ef þessi kenning er rétt sem að ég tel alveg sjálfur, ég hef alltaf samfærst eftir sem að tíminn hefur liðið. Þetta sé rétt mat. Haukur, en það hljóta að vera svona í þínu brjósti dálítið blenda tilfinningar, eins og ég segi, þetta er atburður sem hafði svona mikil áhrif á einhvern veginn líf þitt og svo margra. Já, það er alveg rétt og hérna, en þess ber nú að geta þessi bók er búin í smíðum í 11 ár. Já. Þannig að þetta og við eigum efni í 1 eða 2 viðbót. Já. Þannig að þetta var spurning hver átt að hætta. Já, en það er náttúrulega fleiri í þessari bók út að tala til dæmis, það er merkilegt, þú ert í lögreglu hérna til dæmis þegar fíkniefnin fara að streyma í landið. Já. Vann mikið með Kristjáni Pétursinni, vinum. Og hérna, já, þetta var heljarins mikið umbrota tímar oft hérna hjá okkur. Já. Þakka þér fyrir að vera með mér hérna, Haukur. Við erum með Keflavík hérna fyrir aftan okkur. Þetta eru 36 ár í dag síðan þessir dramatísku atburðir voru. Þegar við vorum að tala. Já. Ég þakka sömuleiðis og verið þið sæl.